Tekur til máls á beinni fyrirspurn til hæstv. Félags- og jafnréttismálaráðherra. Virðulegur forseti, mig langar að beina fyrirspurn til félags- og jafnréttisráðherra krónu á móti krónu skerðingu. Krónu á móti krónu skerðing enn á borðum öryrkja. Hvað þýðir krónu á móti krónu skerðing? Jú, það þýðir það að ef þér rétt dánarbætur með vinstri hendinni, þá kemur hægri hendin og rífur allar af. Það þýðir ef þú fær einhvers staðar smá tekjur, þá það tekið af þér. Og hverjir lenda verst í þessu af öryrkjum? Jú, konur. Og það með ólíkindum að það skuli vera þannig í dag, og ég veit ekki hvort það sé einhver sýn hjá þeim sem setja þessi lög og gera ekkert í því, að þið sjáu fyrir sér að haltur leiði blindan í mataraðstoð. Og þetta að ske. Það verið að hjálpa blindu fólki til að fá mat, hjálparstofnunum. Það verið að hjálpa illa fötluðum einstaklingum að fá mat. Og hvað að ske þá? Jú, þá hækkar lyfjakostnaður, læknisþjónusta. Og það svarið? Að hækka allt og skila engu tilbaka. Og ef þetta var tilgangurinn með lögunum, þá langar mér að spyrja félagsráðherra, hvað ætlar hann að gera í þessu? Af því allir flokkar í ríkisstjórninni, allir flokkar hafa lofað því að taka krónu á móti krónu skerðingu út. Og hvers vegna í ósköpunum hafa ekki gert það? Og ef þeir vantar hjálp við það, þá er ég viss það að í þessum þingsal munu allir styðja miðað við það sem þeir sögðu í kosningabaráttunni. Þannig að þetta á ekkert að vera neitt vandamál og þess vegna vill ég fá að vita hver stefnan, hvenær á að gera þetta og getum við gert þetta strax. Og ég viss það að við munum hjálpa honum til þess. Hæstv. Félags- og jafnréttismálaráðherra Ásmundur Einar Daðason tekur til máls og svarar óundirbúinni fyrirspurn. Virðulegur forseti, bætt kjör þeirra sem verst standa og þá sérstaklega örorkulífeyrisþega sem hv. þingmaður að koma hérna inn á, eru mikilvægt mál og ríkisstjórnin hefur það á stefnu sinni að endurskoða kjör þessara hópa samhliða því sem að endurskoðun almannatryggingakerfisins fer fram og jafnhliða því sem að við innleiðum nýtt starfsgetumat á þessu sviði og endurhæfingarkerfi. Og ég hef lagt mikla áherslu á það og fundað mjög reglulega með Öryrkjabandalagi Íslands, Þroskahjálp og fleiri aðilum sem að þessu koma. Og það þess vegna fagnaðarefni að ég held að menn sé að ná saman núna stærstu útlínurnar í því hvernig þetta starfsgetumat og þetta nýja endurhæfingarkerfi getur virkað, eða svona flæðiritið í því. Og það var kynnt í ríkisstjórn núna í síðustu viku og í framhaldi af því gert ráð fyrir því að skipa sérstakan vinnuhóp sem að í verði ekki allt of margir aðilar og ætlunin að sá hópur starfi núna fram á vor og fari yfir meðal annars þá þætti sem að snúa þessu starfsgetumat annars vegar og þarf að ná að tengja það inn í ólíka málaflokka og hins vegar endurskoðun almannatryggingakerfisins gagnvart þessum hóp. Þar inni verður að sjálfsögðu meðal annars rætt krónu á móti krónu skerðingin og núna verið að teikna upp tímarammann í þessu, hvaða þættir verða teknir fyrir, í hvaða viku, hvaða atriði það eru sem að við þurfum að ræða, stjórnvöld annars vegar og hagsmunaaðilar þessara hópa hins vegar og ég á von á því að núna bara í þessari viku komi inn ósk tilnefningu í þennan starfshóp þar sem að gert ráð fyrir því að 2 fulltrúar ríkisstjórnarmeirihlutans og 1 fulltrúi stjórnarandstöðu komi þarna inn ásamt aðilum vinnumarkaðar, ásamt Öryrkjabandalagi Íslands og ásamt Þroskahjálp. Og í tengslum við þessa vinnu bind ég miklar vonir við það að út úr því geti komið að við getum bæði ég verð að halda áfram hérna í seinna andsvari. Hv. 12. þingmaður Suðurkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson beinir fyrirspurn öðru sinni til hæstv. ráðherra. Virðulegur forseti, ég þakka félags- og jafnréttisráðherra fyrir þessi svör en krónu á móti krónu skerðing og starfsgetumat koma ekkert máli við. Þetta gjörólíkir hlutir. Tengjast á engan hátt. Förum í starfsgetumatið, alveg frábært. En tökum krónu á móti krónu skerðingunum út strax. Afnemum hana.
Það er vilji allra og það eru 41 félag í Öryrkjabandalagi Íslands og ekki eitt einasta félag hefur nokkurn tímann tengt krónu á móti krónu skerðinguna við starfsgetummat. Þetta var síðasta ríkisstjórn og það virðist vera lensan hjá þessari ríkisstjórn að tengja þetta saman. En þarna eru engar tengslu og ég spyr þá ráðherra, ef hann segir að það sé einhver tengsl þarna á milli, skýra út fyrir mér. Vegna þess að krónu á móti krónu skerðing snýst það að hafa í sig og á. Krónu á móti skerðing er mannréttindabrot og það er verið að taka peninga af þeim sem síst skyldi. Fólk sem ákveður mat, kemst ekki í lyf. Hvers slags ofbeldi er það? Ég segi það, bara skýrið út fyrir mér. Hvað er tengslin á milli krónu á móti krónu skerðing og starfsgetumat? Hæstv. félags- og jafnréttisráðherra tekur til máls öðru sinni. Virðulegur forseti, það sem ég ætlaði að koma inn á hér í andsvari mínu en tíminn nægði ekki var það að við ríkisstjórnin að hefja vinnu og samtal við hagsmunahópa þessara Öryrkjabandalagsins Þroskahjálp það hvernig við endurskoðum almannatryggingakerfið og tökum meðal annars á umræðunum krónu á móti krónu skerðingu. Inn í þeim tímaáætlun sem við erum að gefa okkur og ætlunin að verði næstu mánuði og ljúki vonandi í maímánuði þessa árs meðal annars að taka umræðuna það hvernig við ræðum skerðingar í almannatryggingakerfinu, hvernig við endurskipuleggjum almannatryggingakerfið samhliða því sem við síðan innleiðum starfsgetumat. Það er alveg rétt að þetta tengist ekki, en þetta tengist samt sem áður vegna þess að með breyttu kerfi og endurhæfingar og starfsgetumatskerfi að þá ætlunin að taka líka umræðuna hvernig við bætum kjör þessara hópa og það komin tímaáætlun það og ég vonast til þess að þeirri vinnu ljúki núna á vorþingi þannig að á næsta haust sé hægt að koma með frumvarp sem að tekur á nýju almannatryggingakerfi fyrir þennan hóp en ef að það á að takast þá þurfum við auðvitað að standa öll saman að því og ég fagna þeirri samstöðu sem að hv. þingmaður sýnir hér í því. Þá tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson og beinir fyrirspurn til hæstv. forsætisráðherra. Virðulegur forseti, ég ætla að beina spurningum til hæstv. forsætisráðherra Katrínar Jakobsdóttur og ég ætla að tala málefni öryrkja. Hvað eru öryrkjar og hvaða stöðu hafa þeir á borði þessar ríkisstjórnar? Erum við molar sem á að dusta af borðinu eða kusk sem á að þurrka í burtu? Gilda önnur lögmál hjónaband öryrkja? Er ríkið með einhverja getnaðarvörnar hugsanir það að láta borga nógu mikið fyrir að vera í hjónabandi þannig að eignist ekki fórn og öryrkja mun ekki fjölga? Erum við neysluvara? Erum við í hillum verslana uppreiknuð samkvæmt neysluvísitölu? Lífeyrislaun okkar eru uppreiknuð samkvæmt neysluvísitölu en ekki í launavísitölu sem allir aðrir launamenn. Þar munar helming síðustu áramót. Hvað erum við? Pakkar í bíl sem gleymist þegar farið í kaffi? En við erum búin að samþykkja sáttmála Sameinuðu. Við erum að fara að lögfesta hann. Og hvað gerum við þá? Besta dæmið það hvað þessi sáttmála á að tryggja okkur liggur í hugarafl og geðfylgni teymi þess og eftirfylgni. Þetta á að eyðileggja. Hvað er verið að eyðileggja þarna? Félagssamtök sem virka 100%, eru frábær, eru með 1000 manns á bak við sig. 1000 komur á hverju mánuði, 12.000 komur á ári. Þetta á að skemma. Og ég spyr, þetta eru 55 milljónir sem þarna undir, smáir. Og það á að byrja að skemma þetta, það á að byrja að rífa þetta niður núna. Og ég er búinn að reyna að fá svör og þeir sem eru í hugarafli og aðrir hafa líka reynt að fá svör við þessu og það er engin svör. Það er bara einskær brotavilji það að sjá til þess að þeir sem eru með geðsjúkdóma hér í Íslandi eiga hendast á götuna af því að þetta virkar. Og ég vona hægt og innilega að forsætisráðherra sjái til þess að þetta haldi áfram og að virka og sjái til þess að þeir fái sitt. Þá svarar hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir óundirbúinni fyrirspurn. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina. Ég vil segja það fyrst að því hann
spurði hér hvort að í mínum huga væru öryrkjar neysluvara eða eitthvað því um líkt og auðvitað er það ekki svo. Öryrkjar eru bara fólk eins og við öll hérna í þessu landi. Fólk sem vegna veikinda eða fötlunar, og það er áhugavert því ég ásamt mínum þingflokki átti mjög góðan fund með Öryrkjabandalaginu í síðustu viku, að þar kom fram að 10–15% landsmanna stríða á einhverjum tímabili með einhvers konar fötlun. Þannig að þetta er auðvitað hlutskipti sem margir þekkja og margir hafa kynnst, þannig að mér finnst nú mikilvægt að segja það að ég er auðvitað sammála hv. þingmanni um að það er mikilvægt að tryggja hér kjör öryrkja. Félagsmálaráðherra sem fer með þennan málaflokk hefur kynnt Öryrkjabandalaginu og Þroskahjálp áætlun samtal sem er fram undan þau málefni sem við fórum yfir líka á þessum fundi, þar sem verða fulltrúar þessara samtaka og stjórnvalda fyrir utan að þar verða líka væntanlega einhverjir fulltrúar Alþingis. Og það er mjög mikilvægt að þessar viðræður gangi hratt og skili góðum árangri. En hv. þingmaður spyr svo sérstaklega geðheilbrigðismálin. Og þau voru sett í forgang hér í síðustu fjárlögum, til að mynda hvað varðar fjölgun sálfræðinga og styrkingu geðheilbrigðisþjónustu víða í kerfinu, hvað varðar málefni hugarafls. Þá hafa þau verið á borði heilbrigðisráðherra og hún hefur gert grein fyrir þeim málefnum hér í þinginu, síðast í óundirbúnum fyrirspurnum ekki fyrir svo löngu. Ég vænti þess að hún taki þau mál fyrir og taki þau föstum tökum, en ég held að í stóru málunum þá skiptir auðvitað máli að við byggjum þetta samfélag upp, hvort sem við erum að tala um stofnanir okkar, skólana, heilbrigðisstofnanir, en líka bara alla vinnustæði, þannig að við tökum á geðheilbrigðismálum, því það eru sláandi tölur sem við erum að sjá kvíða, þunglyndi, alls staðar í kerfinu, sem við verðum að leysa líka ræturnar og grunninn. Við þurfum að byrja þar frá grunni. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka svörin, en ég vil benda á það ef hún segir að við séum ekki neysluvísita, af hverju er þá uppreiknuð lífeyrislaun með neysluvísitu? Af hverju er ekki launavísitalan notuð? Af hverju hefur hún aldrei verið notuð? Það stendur skýrum fyrst launavísita og svo neysluvísita ef hún er hagkvæm. Hugarafl er ekki sammála því sem hefur komið fram og er ekki sammála heilbrigðisráðherra og ekki sammála félagsráðherra. Þeir sjá fram á það að það á að leggja þau niður og það breytir engu máli þó að fara að setja ykkur geðteymi. Setja þetta geðteymi út í 101, 102, 100 koll sem má ekki hlaupa á milli, en eyðileggja ekki það góða sem er þegar til staðar. Og annað í sambandi við félagsmálaráðherra, krónu móti krónu skerðing kemur ekkert starfsgetumati við, en samt er að blanda því saman. Það er ekki neina tengingar á milli. Og af hverju fá öryrkjar ekki krónu móti krónu skerðingu eins og ellilífeyrisþegar hafa vikið? Hvers vegna í ósköpunum þarf að spyrja það við starfsgetumat, er það gert til að fresta þessu í 1, 2 eða 3 ár? Þá svarar hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir öðru sinni. Já, herra forseti, ég vil nú taka það fram hér að því ég sagði að málefni hugarafls væru á borði heilbrigðisráðherra, en þau eru á borði hæstv. Félagsmálaráðherra, bara svo því sé til haga haldið hér. En svo ég ljúki því sem ég sagði hér geðheilbrigðismálin, þá held ég að þar þurfum við sem samfélag virkilega að fara ofan í ræturnar og velta því fyrir okkur hvernig á því stendur að allt að þriðjungur háskólanema kveðst vera þunglindur eða kvíðinn, að við erum að fá einhverjar svipaðar tölur úr framhaldsskólunum, og það leysum við ekki bara með viðbrögðum. Við þurfum líka að horfa til þess hvernig við getum eitthvað brugðist við rótum vandans, hvernig við getum horft á okkar samfélag og hvernig það hefur þróast, þannig að við getum horft á orsakir en ekki bara afleiðingar. Hv. þingmaður fór svo hér að ræða kjaramál öryrkja í sinni seinni fyrirspurn, og eins og ég vísaði hér í áðan þá er félags- og jafnréttismálaráðherra hæstv. Búinn að leggja fram áætlun um það hvernig verði farið yfir þau mál, og ég held að samfélagsþátttaka, sem er það sem að einhverju leyti starfsgetumat snýst það er að segja aukin þátttaka í samfélaginu, ég held að það sé mjög eftirsóknarvert markmið til að ná. Þar þurfum við öll að taka höndum saman líka um það að verkefni séu í boði sem henta fyrir þennan hóp. Þar hefur verið rætt um hlutastörf og annað slíkt, horft á það hvernig vinnumarkaðurinn geti brugðist við, þannig að það er langtímamarkmið, en við þurfum eigi að síður að ræða það líka.